Gott kvöld og velkomin í Þjóðbraut hér á Hringbraut. Þátturinn að þessu sinni mjög fréttatengdur. Linda Blöndal ræður eftir við Sindra Sigurgeirsson sauðfjárbónda og formann bændasamtakana búvörusamningana og þá stöðu sem þeir eru í. Áhöld að meirihluti sé á Alþingi til að þeir verði samþykktir þar. Og ef svo fer, hvað verður þá? Linda og Sindri eftir augnablik. Hagdeild Alþýðusambandsins hefur unnið merka úttekt þróun heilbrigðisútgjalda á Íslandi og yfirskriftin langvarandi fjársvelti. Og það orð að sönnu. Í mörg ár höfum Íslendingar dregið lappirnar í þessum málaflokki og vegum þess vegna mikið verk eftir óunnið ef okkur á takast að laga það sem aflaga hefur farið. Ein af þeim staðreyndum sem á lesa í úttektinni hversu margfalt fleiri Íslendingar neyðast til að sleppa að leita til læknis og kostnaðar en raunin á til dæmis hinum Norðurlöndunum. Henni Hins aðalhagfræðingur Alþýðusambandsins, hún hingað komin. Sæl Henni. Sæl. Mér langar að byrja á þessum upplýsingum sem mjög sláandi. Það það að hversu margfalt fleiri Íslendingar neyðast til að sleppa að fara til læknis heldur en gerist til hinum Norðurlöndunum. Þetta alveg ótrúlegu munur. Við sjáum það nú á grafinu sem á skjánu núna. Að þetta ótrúlega mikill munur. Já, við höfum einmitt haft verulegar áhyggjur af þessum tölum og ítrekað bent á þetta að hlutfall þeirra sem að sleppa því hér á landi að fara sækja sér læknisþjónustu af einhverju tagi einfaldlega vegna kostnaðar. Það geta auðvitað verið ýmsir aðrir þættir sem eru en ef maður horfir sérstaklega bara á þá sem sleppa vegna kostnaðar að þá eru tölurnar margfalt hærri hér eins og þú segir en í nágrannalöndum okkar. Nýjustu tölurnar sem við höfum eru frá 2014 og þá eru þetta 3% Íslendinga sem segjast hafa sleppt því að fara til læknis vegna kostnaðar. Þetta innan við 0,5% á hinum Norðurlöndunum. Og það sem sérstaklega athyglisvert þetta svona eitthvað meðaltal, en ef maður greinir þessar tölur frekar og skoðar það til dæmis eftir tekjuhópum, að þá sjáum við í tekjulægsta hópnum, tekjulægsta fimmtungnum, að þar þessi tali kringum 6%. Og auðvitað hún verulega lægri í tekjuhæsta hópnum, þar hún nær svona þessu á Norðurlöndunum, nær 0,5%. Og þetta auðvitað mjög sláandi, að það skulle vera 6% tekjulægsta hópsins sem að þarf einfaldlega að sleppa því að fara til læknis vegna þess að kostnaðurinn svo hár. Og þetta getur ekki verið sparnað fyrir samfélagið? Alveg klárlega ekki og ég held að þetta fólki finnst þetta sláandi því þetta ekki svona í samræmi við þá hugmynd sem við höfum af heilbrigðiskerfinu okkar. Nei. Að það sé opið öllum og fólk geti gengið þar óhindrað inn óháð efnahagslegri stöðu. Nei, en þarna hlýtur líka að skipta máli að við þurfum að borga meira þegar við komum inn í heilbrigðiskerfið, heldur við kannski gert á hinum Norðurlöndum, þeir kannski þurfi ekki að eiga peninga til að mæta, eða hvað? Já, við höfum allavega minnst vilja meina það að þetta tengist klárlega því að auðvitað hlutdeild sjúklinga hefur farið vaxandi. Þetta hefur gerst jafnt og þétt, þetta hefur ekki gerst á einni nóttu, en á svona síðustu áratugum að þá hefur hlutdeild sjúklinga í heilbrigðiskostnaði aukist verulega. Hún núna rétt svona tæplega 15 hér á landi og við vitum við gáum út aðra skýrsluna fyrir vor þar sem við fjöllum sérstaklega kostnaðarhlutdeild sjúklinga og vorum þar meðal annars líka með svona bara raunveruleg dæmi því að við vitum að meðaltölin geta verið erfið en þar vorum við bara svona sýna fram á dæmin sem við öll þekkjum af fólki sem veikist alvarlega og situr uppi með hundruðir þúsunda í kostnað vegna veikinda sinna og þetta hefur verið að gerast og að okkar mati kostnaðarþátttakan orðin allt of mikil og veldur því meðal annars að það ákveðin hópur sem þarf einfaldlega að neita sér heilbrigðisþjónustu og það óásættanlegt. Skoðun næstu mynd, hún fasta fjármunamyndun í heilbrigðisþjónustu árinu 2013 og þarna Ísland næst lengst til hægri sem ég ætla ekki að gera lítið úr Mexíkó, Grikkland, Ungverjaland og Síle en það eru þjóðirnar sem eru svona á sama stað og við í þessum samanburði. Já, og þetta eru kannski ekki svona þær þjóðir sem við höfum borið okkur saman við í velferðarþjónustunni. En þetta sem sagt útgjöld til, þá fjárfestinga getum við sagt í heilbrigðisþjónustunni. Sem hlutfall af vergri landsframleiðslu og þetta þá getum við sagt svo innviða uppbygging sem á sér stað. Þetta bygging og fjárfesting í tækjum og búnaði og annað. Og þannig erum við auðvitað bara alveg í botninum. Þetta innan við, minnum við 0,1% af landsframleiðslu sem við erum þarna. Og svona nágrannar þjóðurnar, þær eru eiginlega flestar þarna alveg í hinum endanum á þessari mynd. Við höfum eitthvað tekið okkur á í þessu, en eigi að síðu þetta 2013, þetta eru
tölur sem liggja fyrir Já. og við komum svona út í þessum samanburði. Já, við vitum það auðvitað að árin þarna á undan þau voru ekkert betri. Nei, alls við ekki. höfum mjög lítið fjárfest, auðvitað við erum aðeins kannski núna og það eru svona aðeins útlit fyrir það að við séum að fara í gang þarna. En þetta segir okkur samt sem áður að það sko uppsafnaður hali þarna í innviðafjárfestingunni sem að vantar og það hefur auðvitað áhrif á kerfið í heild. Það segir sér sjálft. En skoðum fleiri tölur og þá það breytingu útgjöldum til heilbrigðismála á mann að raungildi og þar, ég ætla að beða þeim að skýra stöðu Íslands í þessu. Þar við erum nokkuð mikið til vinstri en þannig eru öll ríki með tvær súlur, það 2005 og 2009 og 2009 til 2013. Já. Og Ísland bara vekur athygli þarna. Já, það alveg klárlega hægt að segja það. Þessi mynd, hún sýnir okkur í raun og veru breytingu á útgjöldum til heilbrigðismála annars vegar á árunum 2005 til 2009, svona getum sagt á góðæristímum hér, mestmegnis, og svo aftur frá árunum 2009 til 2013 þegar svona verra áraði eftir hrunsárin og það sem sérstakt við okkur þarna að súlurnar í báðar áttir eru mjög litlar. Í flestum löndunum sjáum við að víðast hvar eru nú svona er þetta upp á við á báðum tímabilum þó að auðvitað aukningin hafi verið meiri á árunum 2005 til 2009 en hjá okkur aukningin þarna á góðærisárunum sáralítil að meðaltali þetta 0,4% af landsframleiðslu á mann og við sjáum og svo er auðvitað samdráttur á árunum þarna eftir hrun. Þannig að það bæði að aukast mjög lítið á góða árunum fyrir hrun og svo samdráttur eins og við þekkjum árunum þar á eftir. Þannig að við sjáum að þarna er auðvitað staðan mjög slæm. Og af því þetta nær til, þetta 10 ára tímabil nánast, að þá segir það okkur líka hvað staðan okkar hvað við höfum veikst mikið á einum áratug. Já. Eitthvað sem við höfum eftir að vinna upp með einhverjum hætti. Já, og þetta kannski svona, þessi mynd hún skýrir að mörguleyti svona, finnst mér umræðuna sem hefur bara verið undanfarin ár. Þegar við fórum inn í vondu árin, að þá hafði líka staðan verið erfið árin þar og undan. Þannig að við vorum ekki að koma úr mikilli aukningu eða mikilli uppbyggingu árin þar sem við byggum þá að eða slíkt heldur. Þetta hafði líka verið í talsverðum jöfnum þarna árin og undan. Já, gerðum lítið á meðan við töldum okkur vera rík í þessum mál. Þessi mynd segir okkur það eiginlega. Já, mér langar svo hér mynd, áður við sjáum hana, þá ætlum við að segja fólk á mínum aldri og jafnvel eldra. Það mann þá tíma þegar það kostaði ekki að leita til læknis eða annað. En svo síðan nú skulum við sjá þessa mynd sem segir frá vísitöluþróun heilbrigðisútgjalda á föstu verðlagi og þarna skipti þessu niður í þrennt. Þarna eru 3 línur. Það annars vegar hvað við veikafólk, eða þeir sem eru veikir þurfa að borga. Það sem borga bara beint úr vasa notandans. Og svo hið opinbera og svo hver heildarútgjöldin hafi verið. Og þá sjáum við það að bara snemma 1990 þá skilja leiðir. Já, útgjöld heimilanna hafa verið að vaxa miklu hraðar en útgjöld hins opinbera. Auðvitað eru útgjöld hins opinbera margfalt meiri, en þau hafa samt sem áður vaxið mun hægar sem hlutfall af heildinni. Þar eru þessi 80-20% skipting sem við vorum að tala um áðan, en ef maður skoðar breytinguna, að þá hafa útgjöld heimilanna vaxið miklu hraðar á síðustlunum, hvernig erum við að horfa svona ríflega 3 áratugi eftir tíma, miklu hraðar en útgjöld hins opinbera. Þarna á þessari mynd sjáum við að útgjöld heimilanna þau eru að vaxa hvað er þetta ekki rétt tæplega 500% á meðan að útgjöld hins opinbera þarna ríflega tvöfaldast, og það auðvitað held líka svolítið í hendur við þetta myndina sem við skoðum hérna í upphafi að kostnaðurinn í auknum mæli að leggjast á heimilin. Þarna sjáum við það að eftir því sem að sjúklingarnir eða veika fólki þarf að borga meira við að leita sér að heilbrigðisþjónustu, því fleiri verða að neita sér hana. Já, það er alveg klárlega samhengi þar á milli. Já. En þetta sýnir líka svona breytingu bara á samfélagsmynd. Já, auðvitað gerir það og svo auðvitað
sko auðvitað þetta svolítið misjafnt við því hvað heilbrigðisþjónustu við erum að tala Við vitum það, við borgum miklu meira fyrir að fara til sérfræðilæknis en að fara inn á heilsugæsluna og svo framvegis, við borgum ekkert fyrir að fara á sjúkrahús og ýmislegt þannig, sko, og tannlækningar borgum við nánast upp í topp flest og svo framvegis. Og lyf talsvert, sko. Og lyf, meira hlutan af lyfjakostnaði greiða heimilin og svo framvegis. Þannig að auðvitað, þetta er auðvitað bara ákveðin heildarmynd, en hún segir okkur samt sem áður ákveðna sögu og ég held að mörguleyti, eins og ég var að segja þá er ég ekki viss að þetta sé svo þróun sem við höfum verið alveg meðvituð og höfum sko meðvitað vilja fara. Þetta sé leiðin sem hafi verið sáttum í samfélaginu að fara og ég held að það sé svolítið, það endurspeglast svolítið í umræðinu núna bara sko undanfarin ár. Já, mér finnst bara, ef við höldum bara áfram hérna við fjórðu myndina sem vorum að skoða, hvernig sem sagt að hlutur þeirra veiku hefur vaxið meira en 2 sinnum meira heldur en ríkisins hlutfallslega. Að þetta er eitthvað sem hlýtur að þurfa að fara út í samfélagið, þetta hlýtur að þurfa að fara í umræðu hvort getum við snúið tilbaka, nú talað sem fría heilbrigðisþjónustu, en þetta er eitthvað sem að hlýtur að vera eitt af stóru málunum núna. Það eru kosningar framundan og Alveg klárlega og það er auðvitað, það má svo sem sko nefna það hér að það voru auðvitað samþykkt í vor á þinginu lög breytingar á greiðsluþáttakerfinu. Það voru auðvitað bara kerfisbreyting og hún, eins og lagt var upp með í upphafi, þá var það þannig að það átti að breyta eins og ég segi, kerfinu, það voru ekki að koma nýjir peningar inn, það var tilflutningur á kostnaði á milli hópa. Það átti að flytja kostnað frá þeim sem eru mjög mikið veikir, þessum sem í dag hafi kannski 500.000 í kostnað vegna krabbameinsmeðferðar, yfir á þann hóp sem er þó sjaldan veikur og minna. Þannig það var verið að hækka í sumum tilvikum með við þetta eins og það var lagt upp þá gjaldskrár mjög mikið. Þannig að kostnaði hjá venjulegu fólki, og voruð það svo, þeim sem bara svona eru almennt frískir en þurfa þó að leita til heilbrigðisþjónustuna, hann hefði hækkað mjög mikið. Heilbrigðisráðherra boðaði við samþykkt þeirra laga að það yrði áður en að þau taka gildi á árinu 2017, upp á árinu 2017, þá yrði sett meira fjármagnin, þannig að það hámark sem sett var talað að yrði 95.000 krónur á ári hjá almennum sjúklingum, færi niður í 50.000. Þetta voru bara svona almenn loforð og nú vitum við ekki hvernig afdrif þess verða. Lögin voru samþykkt, þannig kerfisbreytingin fór í gegn, og það, út af fyrir sig gott, það var sett ákveðið hámark. Við höfum ekki haft eitt hámark hér á heilbrigðiskostnað, þó við höfum haft þetta afsláttarkerfi og svo framvegis. Þannig að það er svona skref í áttina ef það koma meiri peningar. Já, en eins og þetta er núna, þá er það bara peningarnir sótti til annarra, en ekki í opinberri sjóði. Nei, þannig var breytingin. Og það er auðvitað kannski það sem svona, hvað ég segja, vekur svona áhyggjur hjá manni þegar maður skoðar þessar tölur að það er nýverið búið að kynna hér svona langtíma áætlun í ríkisfjármálum til næstu 5 ára og þar vöktum við sérstaklega athygli á því og höfðum áhyggjur af því að þar er ekki að sjá mikið aukið rekstrarfé til heilbrigðisþjónustunnar. Það er vissulega þarna verið að gera ráð fyrir uppbyggingu háskóla- og sjúkrahússins á tímabilinu en við sjáum ekki að það sé mikið aukið rekstrarfé til sjúkrahúsanna og heilsugæslunnar og heilbrigðisþjónustunnar almennt. Þannig að það veldur áhyggjum. Henný, þakka þér kærlega fyrir. Takk sömuleiðis. Nú er það mitt að reyna að ná í Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra til að ræða þessi mál, en hér eftir augnablik er það Linda Blöndal og Sindri Sigurgeirsson. Og þá næst að nýjum búvörusamningum sem harðlega umdeildir. Ríkisvaldið gerði nýja samninga við bændur í febrúar starfskilyrði við framleiðslu grænmetis, kindakjöts og nautgripaafurða auk rammasamnings, þetta eru 4 samningar. Þeir eru gerðir með fyrirvara samþykkt Alþingis og atvinnuveganefnd þingsins fjallar nú málið og það er nokkuð öruggt að gerðar verða einhverjar breytingar á samningunum miðað við orð formannsnefndarinnar Jóns Gunnarssonar. Samningurinn hefur ekki enn öðlast gildi og fer fyrir þingið í lok sumars. Hann er helst umdeildur fyrir það hve gildistími hans er langur eða til 2026 og nær þannig yfir 2,5 kjörtímabil. Samkeppniseftirlitið hefur í sinni og langri umsögn sagt að taka þurfi málið til gagngerrar endurskoðunar þennan samning til að tryggja almannahagsmuni. Í umsögninni segir orðrétt, það er eindregið mat Samkeppniseftirlitsins að frumvarpið muni að óbreyttu skaða bæði hagsmuni neytenda og bænda.
og þá má nú rétt ímynda sér að málefni mjólkursamsölunar sem núna eru uppi hafi einhver áhrif á viðhorf fólks, þó að ég ætli nú ekki að fullera neitt um það, en Sindri Sigurðsson, formaður Bændasamtaka Íslands, hér velkominn. Takk fyrir það. Núna virðist sem svo að þessir búvörusamningar séu í mikilli óvissu. Það virðist sem að pólitískur stuðningur hjá meðal þingmanna þvert á flokka og innan stjórnarflokkana sé ekkert svo sérstaklega mikill. Já, það er heilmikið karpað um þetta núna og það veldur nú kannski svona já, við skulum segja að það séu kannski kom ekkert sérstaklega óvart því að þetta við höfum fundið það í umræðum þessi málefni að þau hafa verið, menn hafa misjafnar skoðanir á þeim. Já. Það hins vegar staðreyndin að við fórum í samningaviðræður sem að við hófum í fyrra haust í september, skrifum undir 19. febrúar og þar skrifa undir bæði þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson og fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson eftir þó nokkuð mikið samningaferli þar sem að voru gríðarlega margir fundir enda verið að sameina núna alla 4 samningana í svona einn ramma þannig að þetta allt gert í einu, allir þessi 4 samningar. Í fyrsta sinn. Í fyrsta sinn og það mjög mikilvægt náttúrulega að þegar sest við svona samninga að menn séu búin að sjá það fyrir sér beggja vegna borðsins hvernig menn vilji haga þessu samningu. Mér heyri svolítið á þér að þú ert búin að varst í viðtali í Fréttablaðinu og mér heyri svona á þér að þér finnst eins og það sé kannski hálfpartinn verið að svíkja ykkur. Að nú hafi ráðherrar beggja flokka skrifað undir og nú sé verið að bakka og svona molna undan þessu pólitískt. Já, ég náttúrulega eins og við unnum þetta okkar megin, þá ræddu við í okkar ranni, sauðfjárbændur ræddu hjá sér, kúabændur hjá sér og garðyrkjubændur og búnaðarþing ræddu rammasamninginn allan. Þannig að við komum vel næstu til leiksins þegar við hófum samningaviðræðurnar og það var á okkar mati ríkið einnig. En það virðist vera að núna séu menn ekkert alveg á eitt sáttur það sem lagt upp með hendi ríkisins. Nei. Og ekki þá niðurstöðum sem náðist, þetta að sjálfsögðu samningaviðræður og báður eru að gefa eftir, þannig að það kannski bara vegna þess að það einfaldlega að koma kosningar, það getur vel verið að það sé ástæðan, en við erum þegar búin að skrifa undir samning og ég segi ef að fara að breyta honum í einhverjum grundvallaratriðum, einhver veiga mikla breytingar, þá eru við náttúrulega bændur búin að greiða atkvæðum samninga sem ekki lengur á borðinu. En hvað eru þið tilbúin að ganga langt í að koma móts til dæmis við þá atvinnuveganefnd sem að leggur væntanlega til einhverja breytingar? Því ég veit að þið eru alveg hörð á þessu með tímabilið, að það muni gilda í 10 ár, en hvers vegna það? Það vegna þess að í samningnum gert ráð fyrir því að gera ákveðnar breytingar á stuðningskerfinu sem miðar að því að minnka kostnaðinn sem hefur lagst á landbúnaði við að kaupa sér ákveðin réttindi til stuðnings í sauðfjárræktinni og kvóta til framleiðslu mjólkur í mjólkurframleiðslunni. Þannig að við þurfum þennan tíma til þess að vinna okkur út úr því kerfi og með það miðast samningurinn. Ef á að fara að stytta hann og reyna að halda að það sé hægt að hafa bara óbreyttan þannig, þá þetta plan sem lagt upp með og gengur það ekki upp. En ekki heldur öfgafullt að binda hendur, þynga fram í tíman, í svona langan tíma? Já, við lítum ekki á að það sé gert. Það eru 2 endurskoðunarákvæði í samningnum sem hitt á sitt hvort kjörtímabili, annað 2019 og hitt 2023. Og þar gefst færi til þess að setjast yfir hvernig hefur tekist upp með það sem lagt var upp með í samningunum og einnig fyrir nýja ríkisstjórn til þess að koma með einhverja nýjar áherslur. Já, ég veit að það svona heildarrammi til 10 ára en það eru þessi endurskoðunarákvæði sem eru gríðarlega mikilvæg hvað þetta var. Já, Jón Gunnarsson hefur sagt að hann vilji herða á þeim verulega þessum endurskoðunar ákvæðum. En mér langar að spyrja því að öðru, þú segir að þetta mun ekki kosta ríkið skattgreiðendur meira heldur en núna þessi samningur. En það kom fram við undirritun að útgjöld ríkisins til landbúnaðarmála munu hækka rúmar 900 milljónir á næsta ári. Þannig að við erum að tala aukin útgjöld með þessum samningi, ef litið á það. Það þannig að það rétt hjá þér að það koma inn nýjir fjármunir strax á næsta ári í upphafi samningsins.
Það hins vegar hagræðingarkrafa í samningnum, svo kallar vasshalli sem við köllum, þannig að framlögin munu lækka og samningurinn gerir ráð fyrir því að allar upphæðir munu lækka með tilliti til þess og þessi hagræðingarkrafa er 8% í samningnum. Hún er aðeins mismunandi eftir einstaka samningunum meðan fyrir samningana í heild er hún 8%. Og sumir fjármunir koma bara inn fyrstu 3 árin en heilt yfir þýðir þetta það að þessi viðbóta fjármunir þeir munu allir á samningstímanum koma tilbaka vegna hagræðingarkröfu. Og svo er líka vert það sem þess að 900 milljónir. Svo líka vert að vekja athygli á því að í hruninu þá settust við samningaborðið og endurskoðuðum samningana. Þeir voru þá framlengdir um 2 ár, annars vegar árið 2009, annars vegar árið 2012. Þannig að það var gert bara því að það var einfaldlega erfiður tími hjá Íslenska ríkinu og það var okkar framlag. Þannig að við þetta voru greiðslur skertar, það voru aftengd verðtryggingar ákvæði og annað í samningum. Og það má til sanns vegar færa að ef að samningarnir hefðu aldrei verið skertir, þá væri upphæðin, kannski rúmum milljarði hærri í dag en hún þó er. En skoðum aðeins kerfið. Það bent á til dæmis að einokunarstaða mjólkursamsölunar verði fest ennþá frekar í sessi. Við erum að tala náttúrulega að vegna sérákvæða í búvörulögum að þá sum sé undanþegið samkeppnislögum þeir sem eru í mjólkuriðnaðinum, við erum að tala með MS og Kaupfélag Skagfirðinga. Var ekki tækifæri núna til þess að losa þessa einokunarstöðu eins og Samkeppniseftirlitið bendir á að þá þessu undanþága frá samkeppnislögum, hún miklu víðtækari hér heldur en öðrum Norðurlöndum og EES-svæðinu? Jú, við ræddum þetta heilmikið í samningsferlinu og erum í samningnum að gera heilmiklar breytingar á þessu fyrirkomulagi. Það verið að leggja til þarna þó nokkuð breytingar á þessu, en það þó kveðið á það að það verði áfram heimilt fyrir markaðsráðandi afurðastöð að hafa með sér samstarf. Já. Og svo kallar stundum samráð, það sem eftir hvað þorðið þitt já. Og ástæðan fyrir því að þetta gert á sínum tíma, það allt oft gott að skoða forsögun í þessu. Að við þjóðarsáttasamningana til dæmis 91, þá var verðstöðan á mjólk í nokkur ár. Og svo var aftur árið 2003 til ársins 2006 var verðstöðan á mjólk sem var svona sameiginlega hagstjórnarlega ákvörðun í verðlagsnefnd með fulltrúum ASÍ og BSRB var þetta svona gert. Þetta leiddi til þess að það var mikil hagræðing í mjólkurvinnslu all land og upp á þessa tímabils eitthvað 18 mjólkurvinnslur víða landið og þær eru 5 í dag. Þetta að hafa sjálfsögðu verið blóðtaka fyrir sumir sér samfélag og margir hafa gagnrýnt það að þetta hafi flust og þjappast svona saman. En það engin launung að þetta hefur skilað mikilli hagræðingu í íslensku mjólkurvinnslu og mjólkurframleiðslu til mikilla hagsbóta fyrir neytendur og það hefur verið reiknað út að þetta séu 3 milljarðar á ári sem skiptist þannig að neytendur njóta 2 milljarðar á ári á þessari hagræðingu og bændur 1 milljarðs. Þannig að þetta var ástæðan fyrir því að þetta var farið í þetta. 2004 þegar menn að fara að gera samninginn þegar þessi samningur sem nú í gildi mjólkurframleiðslu tók gildi, þá telja menn að þessi ákveðin réttar óvissu að þessi sameiningu öll landið í kring sé lögleg. Já. Þannig að það ástæðan fyrir þetta sett þá inn til þess að tryggja það að undanþágan frá samkeppnis. Þá hún sett inn til þess að tryggja það að þetta sé ekki þessi réttar óvissa. Þetta hefur aldrei verið hugsað öðruvísi en að þetta sé til hagsbóta fyrir alla aðila. Þarna greinir mönnum á Samkeppniseftirlitinu og þeim sem eiga mjólkursamsölun í dag. Já, heldur betur, en ekki komin samt tími til þess að því hér erum við með eina atvinnugrein sem undanþegin Samkeppniseftirlitinu. Það bara, samkeppnislögum, það bara eðlilegt? Já, við höfum fyrirtæki, hálfopinber fyrirtæki og opinber fyrirtæki sem eru undir þessu fyrirkomulagi sem við erum svolítið að leggja til í nýjum samningum. Eins og til dæmis orkufyrirtæki og fjarskiptafyrirtæki eins og Míla og Pósturinn og svona. Og við erum alveg með dæmi svona fyrirkomulag. Er þetta sambærilegt? Já, það nokkurn veginn sambærilegt. Það þó eignarhaldið sem kannski ekki alveg sambærilegt. Nei. Hinn ríkin eru yfirleitt í opinberri eigu. En þetta þekkist mjög víða í heiminum að það sé einn stór aðili. Því að þetta ekki alveg venjuleg vara. Þetta ekki eins og að tappa bara vatn á flösku. Við erum að vinna með lifandi dýr þar sem að mjólkurframleiðslan fer fram og það þarf ákveðna birgðastýringu og annað.
það sem skildurnar eru á bakvið að fá slíka undanþágu eru þó miklar. Það er móttökuskylda á mjólk, þeim ber að sækja mjólk hvert á land sem og líka koma henni á sama verði til allar sem vilja selja mjólk, hvort það er í Kópavogi eða Kópaskeri. En það bent á að til dæmis að þegar að samkeppni var frá mjólku, að þá hafi verð til neytenda lækkað og í sjálfu sér hækkað til bænda. Sko, segir það okkur ekki að við verðum að fá meiri samkeppni og til dæmis viðbrögð þeirra sem að stjórna mjólkursamsölunni varðandi sekt samkeppniseftirlitsins að það fari bara beint til neytenda? Er þetta ekki svolítið að segja okkur að við verðum að rýmka þetta? Jú, sko, ég held að við þurfum það er mjög mikilvægt með þetta fyrirtæki eða það starfar á þessum vettvangi að það hafi mjög ríka samfélagslega ábyrgð. Hvernig finnst þið viðbrögð þeirra að vera í þessu máli núna? Ég er ekkit, sko, ég á ákveðinn skilning á því en þetta er bara mjög mikilvægt að við séum, sko, allavega ef við tala fyrir hönd bændana, þá er bara mjög jákvætt að það komi lítil fyrirtæki eins og Kú og Arna Bólingavík, Bíóbú og fleiri sem að vinna úr íslenski mjólk, nýsköpun og vöruþróun og það er bara mjög mikilvægt. Og við leggjum bara höfuð áherslu á það að starfsskilyrði þessara litlu fyrirtækja séu tryggð og þau eru það í nýjum samning. Þarf mjólkursamsölun að hegða sér öðruvísi? Já, ég held að hún ætti að hegða sér svona aðeins meira landsföðuslega og vera með samfélagslega ábyrgð alltaf í forgrunni því að það er mjög mikilvægt fyrir okkur að ríki sátt þetta því að allt þetta skipulag snýst það að bæta hag neytenda og bænda. Já. Við erum að tala hér landbúnaðinn, tíminn okkar í búin, Sindri. Þetta er náttúrulega risastórt mál og við munum halda áfram að ræða það því þingið aftur að taka þetta fyrir. Náttúrulega núna seinna í sumar, Sindri Sigurðsson formaður Bændasamtakanna. Takk hérlega fyrir komuna á Þjóðbraut og við kveðjum hér með verðum aftur hér á milli 9 og 10 á morgun. Lífið byrjar klukkan 8, svo tökum við en verið sæl að sinni.